Þátturinn unnin í samstarfi við Bláskógabyggð. Í dag erum við kominir í Bláskógabyggð og ætlum að heimsækja nokkra staði þar. Við erum komin hérna að Sólheimum og mér langar svo aðeins að sýna ykkur allavega myndir héðan, en mér langar til þess að tengja pínulítið þessa hugsjón sem að Sesselía Sigmundsdóttir setti á stofn 1930 með þessari nýlendu hérna, eða hvað við köllum þetta, að hérna það sem mannvirðing og virðing fyrir fólki, sama hvar það statt í lífinu, að það fái að njóta sín á sínum forsendum. Mér finnst einhvern veginn, þetta náttúrulega svo falleg hugmynd að það alveg með ólíkindum og hefur þroskast og þróast í gegnum árin og vaxið. Hér tengsl við náttúruna aðalatriði við það fólk sem hérna. Það allt unnið hér á öllu jöfnu í náttúrulega efni, timbri, það einangrað hús jafnvel með dagblöðum. Við erum með mosa og við erum með úthagaengja á þökunum, eða kallum þetta grasþök, og svo framvegis. En tengslin hér, þar sem fólk ræktar sjálf, þetta alveg sjálfbært allt saman. Ég held bara nákvæmlega nánast allt sé sjálfbært hérna á svæðinu. Minni kannski pínulítið á hippakommunurnar hérna áður fyrr, þar sem ríkti friður og ást alveg út í eitt, en þetta hefur haldið í gegnum árin. Og ég hef svo oft verið að hugsa það þegar ég að skoða skipulagstillögu, svo ég komin að skipulagsmálun líka, ef við gætum tekið þessa hugsjón hér og yfirfært hana á skipulag í bæjum og borgum. Ég veit að þetta eitthvað sem að menn skrifa aldrei eða tala ef ég les skipulagslýsingar, og ég hef sagt þetta áður, þá fæ ég alls konar upplýsingar einhverja beinagrindur í jörðinni eða hvaða vindurinn kemur, og svona eins og heimamenn vita ekki hvaðan versta áttin svo framvegis, alls konar tæknilegar upplýsingar sem hafa ekkert með mína hamingju að gera í húsinu sem ég ætla að búa í á svæðinu. Ef við getum tekið þessa hugsjón hérna og allt sem verið að gera hér og yfirfært það á, eins og ég segi, skipulagi bænum, og færum að nota orð eins og kærleikur, tengsl við náttúruna, vellíðan, ást, umhyggja. Það getur ekki verið svo flókið að segja þessi orð og bara fá þau inn í þetta líka. Því að það ekki það sem við erum að leita að þegar við erum að undirbúa eða búa okkur til búsetu á einhverju stöðu, sama hvort að það út á landi eða inn í bæjum eða borgum, og við viljum að okkur líði vel þar og koma svona stað eins og þennan. Ég ekki að segja að við þurfum að kópera þetta alveg hreint yfir, en við getum tekið kannski þemaðið í þessu og prófa að yfirfæra það, stíga aðeins út úr þessum tæknigrunni öllum saman og prófa að hugsa skipulag, manneskjur. Ekki bílaplön, byggingarmagn eða annað, heldur fólk, lifandi fólk sem langar að lifa og njóta á staðinu. Við tökum nokkra myndir, það óstöðan að fara að mynda allt sem að gerast hérna, en ég hvet ykkur til þess að fara hingað og skoða þetta, og það nákvæmlega eins og gerist alltaf þegar við komum í náttúruna. Tíminn stendur í stað, menn ganga hægar, menn tala lægra. Það bara svo ótrúlega notalegt ef við getum dregið náttúruna inn í bæinn eða sett húsin í náttúruna án þess að eyðileggja allt saman. Komið hingað, skoðið þetta, njótið og sjáið hvernig þetta og ekki síst hvernig allir sem hér búa, það alveg sama hvar þeir eru staddir í lífinu, andlega eða líkamlega, það allir velkomnir og það að nota alla og það allir að gera eitthvað á sínu forsendum. Það geysilega mikið listastarfsemi hérna og eins og ég segi, komiði, skoðiði og svo ætlum við að láta myndirnar tala héðan kannski meira heldur en að það endist ekki dagurinn til að fara í öll hús hér og skoða, en við prófum þetta.
Ég ætla að segja ykkur aðeins frá húsi hérna sem að heitir Bergmál og hér, tökum myndir aðeins að því á eftir. Það kannski sýnir hvernig þessi andi og þessi hreyfing eða þessi hugmyndafræði smittar út frá sér. Hér voru, eða hérna í sveitinni, voru konur fyrir 30 árum síðan sem stofnuðu kór. Þær fengu lóð hérna og þær byggðu þetta hús hér. Þetta algjörlega sjálfbært, þannig lagað að það einhver styrkir, ekki neitt sem þetta fær, heldur bara eitthvað utan úr bæ af fólki sem kemur. Þú getur komið hérna, sótt innlögn, ekki ósvipað í Hveragerði, þú færð það í þann tíma sem þú þarft. Þú þarft ekkert að borga fyrir það, það ekkert ávísun frá lækni eða tilvísun frá lækni eða neitt frá ríkinu eða neitt svoleiðis, þetta bara rekið af aðstoð og þegar við komum hérna þá voru oddfjölu og menn að mála fyrir þær eða bera á húsið eða utan. En þetta sýnir kannski hvernig þetta smittar út frá sér að gera eitthvað gott á þess að kosti allt og mikið og hafa hugmyndirnar að öðrum líði vel, þá líður manni vel sjálfum, að leiðarljósi þegar maður stendur á þessu. Við skulum aðeins skoða húsið. Ég ætla að segja ykkur frá því að það var settur ekki úttakaengi á þaki, heldur mosi hér. Hann var fenginn einhvers staðar hann var settur á þakið og svo var hann haldið niðri með neti á meðan hann var að gróa. Þetta tekur einhver 10-20 ára að gróa svona almennilega en í dag hann alveg fastur og nú farið að koma upp, nú kemur síbreytileikinn í þetta. Það farið að koma alls konar strá og jurtir og inn á milli mosans. Geysilega fallegt að skoða þetta og ekki síst að því að þetta passar sig alveg sjálft. Þá vorum við komin í slakka hér í Bláskógabyggð og ég hef talað svo mikið skipulag undanfarið, ætla nú aðeins að ræða hús og hvað þá betra heldur að tala fyrir svona smáhús sem eru hérna. Það segja ykkur aðeins sögun að þessu. Í 20 ár þá var maður að nafni Helgi sem vann hjá sjónvarpinu, tökumaður þar, svona svipaður og nunni minn hérna og síðan hættir hann þar, hann flytur hingað upp eftir, stofnar hér, byggir hér gróðurhús og byrjar að vera með þau og ræktun í þeim. Hann hérna í 17 ár og síðustu árin þá var hann farin að vera með smá dýr hérna, bara örfá einhver, eins og hann sagði sjálfur og það var hann svo mikil ásókn í það að það var einlega farið að vera meira krefjandi heldur en gróðurhúsin, þannig að hann leggur þau niður, byggir þau eða sem sé byggir þau öllu sömun og stofnar þennan dýragarð hérna sem hann hefur verið að hlaða svona eða búa til í gegnum árin. Allt sem unnið hérna hefur hann smíðað sjálfur, hann hefur verið að gera þetta upp, fengið aðstoð sjálfsagt við það, en öll þessi hús hefur hann byggt sjálfur. Hæðin á húsunum, hún nokkurn veginn svipuð hérna fyrir þessi mismunandi dýr og hún ræðst að bílskúrshæðinni hjá honum þar sem hann smíðaði þau inni. Svo þurfti hann að geta fluttuð hingað út. Og nú erum við farin að tala svona smáhýsi. Við ætlum að fjalla þau seinna, en hvað betra heldur en að byrja á því hér á þessum frábæra stað alveg hreint. Ég ætla að sýna ykkur aðeins líka bara svona hvað krakkar að gera. Við höfum stundum verið að tala þegar við erum að teikna hús fyrir herbergi fyrir krakka, þá teiknum við alltaf fyrir unglinga. Þau eru alltaf stór fyrir litla krakka. Þetta eitthvað sem hentar þeim, því að ef við sitjum 4 ára krakka inn í herbergi sem ætlað ungling, hvað það fyrsta sem krakkin gerir? Jú, hann byrjar að byggja teppahús. Hann þarf sem sé að þrengja allt sitt. Þannig að það væri svona viðskipta hugmynd að geta verið með herbergi sem væri með fölskum vegg, fölsku lofti sem væri hægt að lækka og svo fjarlægja þegar krakkin orðinn unglingur. Bara svona hugmynd. Við skulum líka fara, ég ætla að sýna ykkur húsa sem hægt að fara inn, halda á kettlingum og bara vera í, eins og mér svo tíðrætt í núvitund.
mér var á að opna þarna hurðingutin, kom inn, ég held að það væri ekki nokkuð maður inni, það var fullt þarna inni, allir þögðu. Mér þess að kettirnir, þeir möluðu ekki einu sinni, það var svo mikil þögn og kyrrð þarna. En við skulum labba þess hérna og kíkka á þessi litlu hús hérna og dýrin líka. Því að þetta er einn af þessum stöðum sem við getum haft svo víða og ég finnst þetta að minna mig pínulítið, þetta er allt svona sjálfgert á Kjarnaskóg og Akureyri, þar sem að það er ekki mikið það er veitingasala og allt en þetta er einhvern veginn svona sjálfpassandi. Ég veit að þau eru vakandi og sofandi yfir þessu og allt sem er unnið hérna, það er unnið úr hérna ösp á staðnum hérna sem er tekinn. Hann nefndi nú við mig, ég man ekki hvað hann hét, asparlundur eða eitthvað í þeim dúr, ég sjálfst verð nú rangt með þetta, en þar voru þessi aspartré tekinn, flett niður, skógræktin flett þetta niður fyrir hann og hann hefur smíðað öll þessi hús hérna sjálfur úr þessum öspum. Og mér finnst þetta svo aðdáunarvert að það er eitthvað starfsfólki en fjölskyldan sýnist mér vera uppistaðan í því. Þannig að þetta er svona allra hagur að þetta gangi vel, að það er ótrúlega vel hýrt þetta allt saman. Svo erum við með minigolfvöll, við erum með biljartstofu og allt mögulegt inni ef það er rigning. Við getum labba núna niður og séð hvað þetta byrjaði í húsi sem hann gerði fyrst. Þetta hús var svo gefið, hann gaf þetta frá sér. En seinna meir þá fékk hann að eiga að koma með sög, sagaði gaflinn á húsinu og fékk það hérna upp eftir aftur og hefur geymt það til minningar upphafið að þessu öllu saman. Löpum aðeins hérna og kíkum. Hérna erum við komin inn í eitt af gróðurhúsunum, þar sem hefur verið breytt í dýragarði, eða þar sem dýrin eru. Og hann sagði mér hann Helgi að þetta eru upphaflegu búrin sem voru hérna, þetta byrjaði svona smátt. En þessi lína hérna öllu sem þetta var upphafið að þessu öllu með þessi smádýr hérna. Svo hefur þetta smá hlaðið utan á sig. Takk eftir hvað þetta er ótrúlega snyrtilegt allt hérna og fínt. Það er búið að flota öll gólfsteypi og flota og ganga frá þessu. Þrifnaðurinn, það er varla sko dýralykt hérna inni. Þannig að við skulum labba aðeins hérna eftir og kíka. Svo erum við hér fyrir utan svæðið, að yfirgefa það, og þar er kofi lítill, aftur sömu stærð og sömu gerð úr ösp, bókakofinn Gleymverey. Hann er upphitaður á veturnar og hann sagði mér hann Helgi að hér kæmu krakkar, kannski með foreldrunum, tækju bækur, ýmist læsu einhvern hlut af þeim hérna, eða svo er þetta svona skiptibókamarkar, þannig að þú getur tekið bækur og komið með bækur. En á veturnar í kuldanum þá er þetta upphitað, þannig það er þetta að kúra hér inni og skoða myndabækur eða lesa bækur. Hann sagði mér að líka áður við yfirgefum staðinn að hann sagði að það kæmi oft fyrir að krakkar væru svona taugin út af því eða áhyggjur af því að þau heyrðu krakka gráta hérna. Því að það getur jú komið fyrir að dýrbíti eða litlir fingur sé stungið og langt inn í búrinn. En hann sagði að 99% af þessum grát hjá börnunum er vegna þess að pappa og mamma er að taka þau burtu úr garðinu. Það er nánast aldrei slys hérna, en það er mikil sorg að þurfa að yfirgefa hérna dýragarðin. Þá erum við komin í Reykholt, nánar tiltekið af Friðheimum, og enn erum við að tala hús og svona manneskjuumhverfi. Hér var jörð
1946 var hún byggð, hún þarf ég aðeins að kíkka á. 1995 þá kaupa Helena, garðyrkjufræðingur, held ég hún sé, og Knútur sem aftur menntaður úr Hólum í Hjaltadal, hestamennskunni, meðal annars. Þau kaupa þetta og setja á stað hér sem sé tómatrækt. Árið 2013 þá opnaðu þetta svæði hérna fyrir almenning og húsakosturinn hérna, þetta um 11.000 fermetrar. Þetta um 1-2 tonn af tómatum sem framleitt hérna á dag og þau með 40 hross hérna sem eru hér til hliðar við gróðurhúsið. Hrossin eru notuð notuð í sýningar fyrir gesti sem koma hérna, getur pantað sýningu eða það eru sýningar á ákveðnum tímum. Þannig að þau gera mikið upp úr svona þessu umhverfi hérna, hestunum og gróðurhúsunum. Hér allt saman sjálfbært, vatnið náttúrulega bara sem vökvað það bara sama vatn og við erum að drekka. Heita vatnið notað til að knýja þetta allt áfram. Býflugurnar sem við sjáum hérna inn og eftir, þær eru notaðar til að frjóvga blómin, þannig við fáum tómata. Og eins og ég segi, þetta ótrúlega stórt allt saman í sniðum. Svo hefur nú verið sagt frá því áður, en ég ætla að endurtaka það aftur aðeins, að í COVID þá í staðinn fyrir að loka hér eða minnka, þá tókuðu eða buðu starfsfólkinu upp á það að fara skipta vinnustað, fara úr þjónafötunum hér og fara í vinnuföt og byrjaði að byggja ný gróðurhús hér fyrir neðan sem við skulum skoða aðeins. Ekki síst vegna þess að þá vorum við að tala hús og byggingar og þetta orðið svona allt öðruvísi gróðurhús heldur en að við vorum að tala í áður fyrr, þessi rishús. Þetta orðin svona bara falleg háhýs í raun og veru. Það talað að sé komið hérna árið 2019, það hefur komið hérna 200 til 300.000 manns á því ári bara í heimsókn hérna. Þannig að við sjáum gífurlega vinsælt þetta Það allt unnið hér úr tómötum. Það tómatbrauð, það tómatsúpa og tómatréttir sem hún getur fengið. Þú getur fengið tómatbjór, en allt snýst þetta tómata. Það eru hérna 64 starfsmenn í dag sem vinna hérna, sagði það mér Knútur. Og eins og ég sagði, þetta starfsfólk fór allt í vinnu, var búið að vinna við að byggja upp í COVID. Öll þessi risahús sem eru hérna fyrir neðan. Og síðan, þegar það búið, þá fer þetta sama fólk hingað í starfið aftur og það þarf ekki að byrja að þjálfa það upp aftur. Það allt saman, öll þekking til staðar. Þetta var svona í staðinn fyrir að leggja upp laupana, þá var bara spýtt í lóana og haldið áfram. Þá erum við komin hérna framhliðinni að gróðurhúsunum. Þetta náttúrulega ótrúlega stærðir á þessu, en það sem fangaði augað hjá mér, það var kannski hvað þetta orðin flott þessi gróðurhús. Þetta voru svona meira bustabæir í gamla daga eða áður fyrr. Þetta náttúrulega alveg splungun nýtt byggt bara í COVID. Þannig en sko hlutföllin í þessu, bustirnar þarna uppi og annað, ég hef séð mörg arkitektateiknuð hús, glerhús, ljótari, heldur en þetta hérna. Og þetta sérstaklega líka á kvöldin þegar fer að rökkva. Þetta náttúrulega upplýst allan sólarhringinn, þannig að það ljós í þessu öllu saman. En ég var hrifinn af þessu bara, þetta fallegt orðið. Þá erum við komin að Laugavatni. Við ætlum aðeins að kíkka á byggingu Guðjóns Samúelssonar, það að segja gamla skólabygginguna hér, byggð í anda gamla sveitabæjarins. Það búið að skrifa svo mikið þetta og fjalla þetta. Ég ætla ekki að gera það alveg núna, ekki vera mjög tæknilegur. Og ég fann svo jákvæður í dag, ég ætla aðeins að vista mig. Svona flott hús eins og þetta
eins og þessi héraðsskólar okkar út all land, þetta náttúrulega, mér finnst þetta alveg synd að þetta skuli vera gert á hóteli eða hosteli eða hvað það nú heitir. Ég skal segja ykkur pínulitla sögu frá því að barnabarn mitt var út í Danmörku, langaði að vera arkitektúr. Hún vildi fara annaðhvort í akademíunni í Kaupmannahöfn eða Listaháskólann í Reykjavík. Henni var sagt að ef hún ætlaði inn í til dæmis Listaakademíunni í Kaupmannahöfn, þá þyrfti hún að vera búin að fara í lýðháskóla áður sem að sérhæfði sig í að undirbúa nemendur undir það sem þeir ætluðu í. Þannig að hún fór í skóla út á landi, út á Jótlandi. Þar var kennt myndlist og arkitektúr. Hún tók báðar sem sé einingarnar eða þetta er kennt sitt hvort hálfa árið, kláraði það og þá fyrst var hún svona hæf til að geta sótt í skólavist. Og þetta gildir bara nánast alla þessa framhaldsskóla að krakkarnir fara í einhvers konar svona, kalla þetta fornám, kölluðum við í myndlistarskólanum, þar sem þau lærðu bara allt almennt hönnun og fóru svo í sitt fag og eftir hvort sem það var grafísk hönnun eða málun eða eitthvað annað. Þessa skóla, þessar byggingar hérna sem er náttúrulega alveg ótrúlega vel við haldið hérna og flott, þetta á að vera lýðháskóli fyrir nemendur erlendis frá að koma hérna upp. Ég held við þurfum bara að markaðssetja þetta eitthvað betur. Það er að vísu einn skóli á Vestfjörðum sem er starfræktur núna, ég held að gangi bara vel þar, en ég held að getum markaðsett þetta miklu meira því að hvaða hönnuður, hvaða maður eða kona sem í skapandi greinum eða einhvers konar arkitektúr eða guð má vita hvað, málun eða eitthvað, hver vill ekki koma til Íslands? Með alla þessa náttúru sem er hér, allt það sem er að gerast hérna á landinu, eldgos, jarðskjálftar, bara fegurðin hérna í árstíðunum og öðru, það streymir hér fólk til þess að skoða þetta. Af hverju kennum við ekki eitthvað líka í leiðinni? Hugsiði þetta. Þá erum við komin hérna að baðhúsinu í Laugavatni og það er svolítið erfitt að mynda þetta húsið sem slíkt, en ég ætla bara að vekja athygli á þakinu. Þar erum við komin með hleðslunni hérna og þessum við sem fær bara grána, eða sagt bara í einu orði, tengslin við náttúruna, það er enn og aftur. Bak við þetta eru svo laugarnar sjálfar og svo vatnið. Og ég held að verði best að við tökum bara drónamyndir hérna og látum ykkur njóta þeirra á meðan drónin flýgur yfir. Já, þá erum við komin hér upp fyrir bæinn frá vatninu og við langar að tala bara svona eins og ég hef alltaf verið að tala það er þessi tengsl við náttúruna og bæjarbúa. Hér er búið að leggja í mikla vinnu og mikið og flott framtak við stígagerð hérna upp fyrir með bálstæði hérna fyrir skammt frá. Það er eitthvað sem að ég hefði viljað sjá í bæjum, þar sem við getum verið með græna bletti inn á milli, við getum komið saman, grillað eða verið þar. Eða eins og ég segi alltaf, skotið bara getum á gamlársdag og heilsaðu upp á hvort annað. En þessi tengsl við náttúruna hérna, við vitum bara hvernig þetta er inn í Kjarnaskógi hjá okkur á Akureyri, það hægir á öllu hérna. Þetta verður svo rólegt og fallegt, gott. Það er alveg blanka logn hérna og sama er tengslin aftur við, bærin er með tengslin hérna upp yfir í skóginn, í stígagerðina, það er alls konar upplýsingar hér bæði þekkta menn og það eru hér upplýsingar Möllersæfingar sem menn geta stundað bara með 100 metra millibili
og svo það þetta sama niður við það sem baðhúsin við vorum áðan og vatnið sjálft og tengslin við bæinn, hann nær alveg frá skógi og niður að vatni og þetta gerist bara ekki fullkomnara heldur en að hafa þetta svona. Ég veit það, ég átti barnabarn hér á leikskóla fyrir mörgum árum síðan og kom nokkrum sinnum hérna og ég alltaf jafn heillaður. Þetta er ekki bær, þetta er ekki þorp, þetta bara einhver sælustaður hérna. Þannig að svoleiðis það.